gaman að fá það eftir í hérna. Já, takk maður. Hvað komið? 5 ár, hvað leiðis? Það var allan að það... Nei, 4. 3,5. 2020, seinni part 2020. Í alvöru? Já. Vá, ég held þetta að verið þannig löngu fyrir. Ég byrjaði podcastið í júní 2020. Þannig að það gætu ekki verið meira en 4,5. Ekki fræðilega. Mér veist þetta mjög skemmtilegt að því mér veist yfirlega tíminn líða svo hratt, þannig mér veist mjög gaman að svona, núna ég held ég bara fyrst getið mjög langa tíma sem ég giska á eitthvað hafi gerst fyrir lengra síðan en það í rauninni gerðist. Já. Maður rífald til að það var í fyrra, nei, það var í 5 árum sko. Já, einmitt. Já, framvelin. Mér veist þetta frábær hugmynd hjá Núma félagaðinum að koma þessu í úlingana. Já, því þú veist, mér langaði mitt aðeins að tala um það er stundum gaman að tala um að því að þú ert mikill pælar eins og ég og búin að skoða svolítið stórumyndina og við báðir þekkjum að keyra okkur út í streitu og allt þetta. Við lifum í samfélagi þar sem við erum svona, það eru nokkri læknar búin að koma inn til mín og tala um svona þau kallar þetta samfélagssjúkdóma. Þar sem að við erum kannski svona því við erum samfélagsverur og ef allt samfélagið er á brjáluður hraða og allir að keyra sig áfram á okkur nákvæðin hátt, þá þarf það að vera þá er mjög erfitt, ekki það að maður vilja vera að skorast undan ábyrgð, en þú veist, þá er mjög erfitt það væri miklu auðveldara ef allir væru í rólegri takti, ef að matvörubúðurnar væru allar bara að selja hollan mat, þá væri auðveldara að vera að gera þetta allt rétt. Og þú veist, eitt af því er mitt bara þetta, unga kynslóðin komið svolítið mikið í þú veist, ef að 12-13 ára krakki er farin að drekka dós með 180 milligrammum af koffíni, það er svolítið eins og við verðum að fá okkur 8-faldan espresso, sko. Já, það er þú veist, og svo er þetta alltaf þú veist, við ég og kona mín erum bæði með svona greint með ADHD og svo hefur við 14 ára strák og það var svona, við vorum farin að sjá einhver einkenni og eitthvað svona og ég feitir Haraldar Erlendssonar og hann svona bara segir við mig, já, skuldu ekki vera að flýta þér eitthvað greinan eða svona ekki að setja hann að liða, bara pröfa að gefa hann smá koffín. Það þú gott að gerist eitthvað. Og við prófum það og það bara, þú veist, það var svo fljótt að fara úr því að átt að vera svona 1 dolla af koffínvatni eða eitthvað, skiptin í 3 í það að hann var bara komin í, sko, þú veist, 3 á dag, sko. Einmitt. Og maður allt í einu sá bara hvernig byrði þetta bara kláruðist svona og meðan þetta var koffínvatn sem er bara sódavatn með koffíni, þá var þetta í lagi, svo ég að pröfa smá kollab og það var bara farið, sko. Þá var hann örugglega með þetta frá pabba sínum, því við höfum nú átt þó nokkur samtöl um þetta, sko, fyrir menn eins og okkur, að hætta öllu sem heitir koffín, nikotín eða eitthvað sem stimulerar þig, það er næstu eins og sérst að lappin í opin dauðan. Já, það er bara þannig, sko. En já, ég held að það sé alveg hluti af ástæðinni, sjálfsögðu, en þetta er líka bara, held ég, þú veist, svona óþroskaðu framheili, bara eins og að ég var svo lengi í eitthvað svona forvarnaverkefnum sem mér varst mjög mikilvægt og þá var alltaf verið að tala um það, sko, að hvert ár sem þú getur frestað í að börnið þín byrja að drekka eða reykja. Já. Þú veist, leyfa framheilunum að þroskast. Því betra. Þú veist, því seinna sem að börnin byrja að drekka eða reykja eða hvað nú er sem þau vilja gera eða byrja að gera, þú græðir alltaf á því að fresta því. Af því að ef þú hendir svona stöffi inn í óþroskaðan framheila og við þekkjum nú báðið nokkra fíkla að þegar menn koma út úr fíknitíðanbili þá eru þeir eiginlega bara sama staði þroska eins og þeir fóru inn í. Skilurðu, ef þú mistir tökin 15 ára og kemur út 35 ára, þá er bara 15 ára í hausnum þú kemur aftur út, sko. Og þú ert að byrja á að vinna upp þennan þroska, sko. Þannig að, já, mér finnst þetta stórhættulegt, sko, þetta óhefta aðgengi krakka af koffíndrykkjum, sko. En svo þá maður að minna sig á það, sko, að þegar við vorum krakkar, þá var nú eiginlega svona óheft aðgengi að landa og það var bara ekkert mál og svo framvegis og krakka voru byrjað að reykja svona 12-13 ára, þú veist, þeir sem byrjaði á því og... Ég veit ekki, sko, með því það var margt miklu verra, einmitt, eins og þú segir, sko, þú veist, ég held að sé margt orðið betra, en það sem klárlega er svona á þess að maður vilji vera neikvæður, það sem er verra, ef ég hugsa bara sjálfa mig sem barn og ungling, það sem er verra núna er þessi stimulantar, þú veist, ég man í fyrsta skipti sem ég komst í tölvuleiki. Já. Það er bara fíkillinn í mér, ég réð ekkert við þetta. Og fyrsta skipti sem ég, sko, þegar ég fór í Riffjúel, maður þetta í, með efedríninu, þá hugsaði ég mig, sko, svona eftir og hugsaði ég
þakkláttur fyrir að ég hef ekki kynnst sko amfetamín eða kókaini eða verið í hóp sem verið því örfandi efni, það er alveg right up my alley sko. Já, einmitt. Þá fyrir maður að hugsa þú veist, með þetta, þú veist að þegar að ég var barn og unglingur að þá var ekki mikið af koffíndrykkjum, þá var, þú veist, interneti var ekki komið þannig að það var ekki aðgengi að tölvuleikjum. Nei. Ég held að ég ætti mun erfiðara í dag, sko. Já, ég meina, örugglega, þú veist, ef það væri ekki fyrir það að það líka búin að auka stórslega mikið meðvitund hluti eins og ADHD og þessar hluti og það að þú veist 80% af föngum eru með ADHD, þú veist að hérna, það er líka bara auka svo mikil meðvitund að fólk sem að er kannski mjög gefið fyrir þessa fíkni hegðun, það er kannski eitthvað undirliggjandi sem ættir að hjálpa þig með, skilurðu. Með að þegar við vorum krakkar þá var þetta svona næstu því ennþá bara þú varst bara fórst í tossabekkin. Þetta er enda frábærpuntur. Erfitt, sko. Og þar með var búið að downgreita þig, skilurðu, og þá ertu, þú veist, mér finnst þetta svolítið svona, þú veist, það er þetta gamall afrísku málsáttur sem ég finnst svo góður, sem er á þessa leið, sem sagt, a child that isn't embraced by the village will return to burn it down just to feel the warmth. Sem sagt að barn sem að finnst það ekki tilheyra, það mun snúa aftur og brenna niður þorpið bara til þess að finna eilín, sko. Segðu þetta aftur, þetta er mjög góð málsáttur. Þetta er mjög góð málsáttur. Komdu með hann aftur. Á ensku, á ensku. A child who is not embraced by the village will return and burn it down just to feel the warmth. Þetta er mjög gott. Og hérna, þegar ég var að gera innslög hérna skjánótkun barna í grunnskólum fyrir einhver foreldrafélag hérna, þá hitti hérna Ingu Dóru Sigfúsdóttur sem er með Planet Youth verkefnið. Veit ég hvort þú þekki það. En hún sem sagt bara early 90s, þá byrjar hún bara að rannsaka samfélagi hérna og markmiðið var að komast að því hvaða væri sem að illi því að börn og unglingar byrjuðu að drekka og reykja snemma og þetta var alveg vandamál early 90s og hún rannsakar og gerir þessa samanburðarrannsóknir og rannsakar ár eftir ár þangað til hún er rauninni búin að komast að því sko hverjir hinir raunverulegu þættir eru og það er sem sagt fyrst og fremst að hérna, börn verða að finna þau tilheyri og þannig að hún talar þetta eins og hún sko það þarf að búa til þorp og hún talar að hérna, við eigum öll að láta okkur þykja vænt öll börnin í hverfinu. Að því oft getur það verið þannig að barn sem kemur frá brotnu heimili, það er nóg að það sé bara íþróttakennar í skólanum sem það getur litið upp til og bara spyrða hvernig líður þér og er ekki allt í lagi eða nágranni eða pabbi vinar þíns eða mamma sem einhvern veginn nær til þín og svo framvegis. Af því að þessi börn sem að upplifa sig utanveltu algjörlega utanveltu og kannski er í vandræðum með hausinn á sér, veist, líður ekki vel í skólanum, ná ekki tengslum, ná ekki eirð og eru svo líka utanveltu þar fyrir utan í samfélaginu að þau lenda í vandræðum sko og hérna kannski er ennþá meiri hætta á því núna með alla þessa tölvuleiki og þessa hérna svona, þú veist, ég veit ekki hvað höfðum við í gamla daga, jú, maður gæti horft á bíómyndir á Vaffaðsbólu eða klám eða eitthvað svona, þú veist, það var svona einakrandi hegðun í gamla daga, en ég held að það sé miklu meiri færi á því núna að einangra sig verulega. Þetta er mjög hérna... En bara svo ég klára það, Inga Dóra, þessi aðferðafræði hennar, sem heitir hérna Planet Youth, hún er núna notuð sem sagt í held ég yfir 400 samfélögum í 6 heimsálfum, þú veist, og þessi aðferðafræði hennar minnkaði, eða þú veist, hún allavega stóran þátt í því, minnkaði unglingadrykki á Íslandi ég man ekki hvort það eru 60% eða eitthvað og sama með reykingar. Þetta er svona að tala að því þú komst með málsáttina á þann og nú er ég náttúrulega búin að vera svolítið í Afríku í hérna gegnum hana Ester, kærustunum mína og tala svona village þegar maður þar er ennþá svona þessi stemning að þess vegna er minna mál að eignast barn, af því það eru pínu allir að ala upp. Já, einmitt. Það er ennþá þetta træbal og það er svona, ég voru að hugsa þegar ég var þarna fyrst mitt, séu sko, það er þorp þarna sem við höfum verið mest í, sem er svona aðeins fyrir utan svona mestu túristasvæðin á Zanzibar, en samt sko,
er alveg svona einhver infrastruktúr og það að byggjast upp og löndin að verða dýr, sko. Það ásókn í það og svo sér maður bara einhverja Afríku kofa og maður veit alveg að það myndi einhver borga mikinn pening fyrir að kaupa þetta en fólkið samt ennþá ég fór að pæla í byrju, þú getur fólk sem kann að lifa hérna ódýrt, eða það myndi fá þennan pening fyrir land bara, þér bara borgið í hverju selja þig og þá það bara svolítið svona, allt sem þú þekkir í þorpinu, hvert á ég að fara, sko. Hvert á ég að fara, allt fólki sem ég þekki, allt tengslanetti mitt og þá hugsa maður einmitt svona, það pínu sorglegt, það kemur einhver hérna frá Kína eða Vesturlöndum og bara hærri upphæð og svo, þykkur á endanum peningin, en þá kannski búið að slíta þessar tengslarætur sem eru bara það mikilvægasta sem þú átt í lífinu, sko. Ég bara algjörlega, sko. Ég sjálfur alveg upp í svona litlu þorpi, Reykholti í Borgarfirði, sem var svona þorp, sko. Það bara, amma mín var amma allra í þorpinu og maður bara borðaði einhvers staðar, maður var allstað velkominn og ef það var eitthvað vesinn þá bara, hver sem sofið, hvar sem þetta var bara svona þannig fílingur, þetta var bara svona lítill héraðsskóli og mikið ungum kennurum með ung börn og þannig að þannig ég skil þetta, og ég veit hvað þetta skiptir miklu máli, sko. Mér finnst það tvennt sem kemur til mér, sko, þegar þú búin að tala, það annars vegar að því að tala fangana, að þá hugrenningatengslinn, þá hugsaði Gulla Viktor og vinn okkar, að því að hann var að benda mér daginn á alveg frábæra heimildamynd með Gabor Mate, Wisdom of Trauma, og þar einmitt þetta, þetta allir nánast, allir sem inn í fangelsi eru bara einhvers konar samblanda tengslarofi og áföllum. Það bara algjörlega. Og síðan einhvern veginn, ég veit ekki akkur, hugsa ég hennan atburð, hennan hræðilega atburð sem átti sér stað á menningarnótt í sumar, það sem að þessi unga yndislega stelpa myrt af strák sem virðist vera talandi svona komandi úr fíkni aðstæðum, og virðist ekki hafa breyk og ég horfði strax á þann atburð sem svona, þetta eitthvað svona birtingamynd, þetta ekki bara einhverjir krakkar eitthvað, þetta eru hinir. Þetta eitthvað birtingamynd á einhverju rofi í samfélaginu. Það sem einmitt, þarna fáum við að sjá hvað gerist ef við tökum ekki utanum, að því þú varst að tala götuna, það sem þú nóg að sé bara einn íþróttakennari. Hvað gerist, að því svo ég fara aftur í málsóttin, barnið sem kemur og bara brennir þorpið. Því bara drullu saman. Sko. Akkurat, að því það fékk ekki tengslinn og tala nú ekki þau síðan komin einhver efni inn í þetta og annað slíkt. Sko. Algjörlega. Þannig að maður er að hugsa þetta ekkert auðvelt verkefni, hvernig getum við í þessu samfélagi hraða og streitus, hvernig getum við byrjað að ná utanum eitthvað samfélagssáttmála þar sem að við einhvern veginn bara á hvaða vegferð erum við, viljum við við erum kannski á góðri vegferð hér en viljum við snúa aðeins á leið hér og hvernig getum við einhvern veginn, ég saknaði þess pínu núna fyrir kosningarnar í haust að það væri aðeins verið að ræða þetta, sko. Bara hvert erum við að fara sem samfélag, sko. Já, ég náttúrulega vorkenndi þessum pólitíku sem að reyna einhvern veginn, þetta var svo stuttur tími og þetta var eitthvað svo mikið kaos, fannst mér, sko. Það sem er náttúrulega alltaf erfitt í þessari blessuðu pólitík þetta vesen að öll svona tilvik eru einu tilvik og mikið, og þetta alveg skelfilegt þegar svona málefni koma upp og maður, ég las í gæra, það eru 5.000 mann sem þurfa hjálp frá hjálparstofnun kirkjunar fyrir jólin, það ótrúlega mikið af fólki sem á bágt og á einhverjum leveli þá snýst, einhvern veginn pólitík þarf að snúast tölfræði því miður og ég held alveg að eins og Ásmundur Einar, hann var að reyna að snúa olíuskipinu, og reyna að koma þessu í einhvern svona farveg þar sem að við vorum að reyna að takast á við þessi vandamál öll en þetta olíuskip, kerfið olíuskip og það tekur bara ógeðslega langan tíma að snúa þessu og það er það sem held ég fólk bara held ég átta sig ekki á við pólitík að það kemur ekki einhver einn gæi með einhverja brjálaðar hugmyndir eða kona og breytir bara öllu. Nei, að því þú ert með laga búreokrasíu og svo ertu með, alls konar hluti eins og stéttarfélög og hagsmunasamtök og allt þetta fólk sem einhvern veginn byggir á því að vera að rífast. Þetta snýst að vera, hefur alltaf snúist að reyna að takast á einhverja svona krónur og aura. En til þess að búa til einhverja alvöru breytingar, þá þarf það að fá alla þessa aðeila til að róa í sömu átt.
Það er Skilurðu? ekkert góð punkt. Og þetta er miklu meira en að segja það og þetta er ekkert eitthvað sem þú gerir á 2 árum eða 4 Nei, og árum. örugglega oft sorglegt sko að því þú nefnir Ásmund Einar Já. og ég hitti Guðrúnu Hafsteins dómsmálaráðherra og fekk hana hérna í podcastið. Mhm. Ég þurfti ekki nema bara að spjalla við hann í smástund sko og tala við hann í viðtalinu og eftir viðtalinu áttum að ég held að þetta sé rétt kona á réttum stað og ég held að hún hafi verið byrjuð að gera frábæra hluti en svo akkurat þegar að Já, það jákvæð er að byrja að gerast einmitt. þá eru kosningar og þá er einhver annar sem að kemur inn svo er hann kannski með einhverja aðra stefnu og þá fer alltaf að snúa í aðra og þú veist, oft eru, þú veist, og þetta er svona það er oft svo erfitt í þessum stuttu umræðu þáttum þar sem úr með einhver mínútu snippets innan 8 aðra að vera að reyna að koma einhver á framfæri Bara ekki þetta er að breyk, glata dæmi Já, og svo taka fjölmiðlarnir alltaf einhverja svona eina setningu sem þú segir sem er annarkvort frábær eða ömuleg sko, rífa nú samhengi og þú veist þannig að fólk þorir ekki að segja neitt lengur. Nei, og ég meina, þú veist, og þetta kerfi er náttúrulega líka hanna til þess að hamla því að það komi einhverju svona villisingar eins og maður sá bara þegar Trump var kosin síðast. Hann náði ekkit miklu í gegn. Nei. Af því að bjúriokrasían sá að tempra hann, skilurðu, og þannig er þetta hugsað. Og það er alveg svona, þú getur lesið heimspekingar sem segja að það eru 2 kerfi í heiminu sem eiga að vera risaðilur og það er annars vegar stjórnkerfið og eins vegar menntakerfið. Þú veist, af því að þetta byggir á 1000 ára hefð sem... Og hvað finnst þið með menntakerfið að þú talaður strákiðin á þann og þá erum við að hugsa bara svona strák eins og mig og oft kannski drengir, þú veist, það er einhvern veginn auðvitað, vill maður ekki alhæfa en það er munur á strákum og stelpum almennt að stelpur eiga kannski auðveldra með að sitja og einbeita sér og meðan að ákveðin prósenta strákum eru bara rosa orkumiklur og þurfa að vera út allt. Þú veist, erum við ekki ennþá að vinna á rosa úreldan hátt einhvern veginn, ég á svo mikið að minningum að sjálfum mér á aftasta bekk að reyna að halda mig vakandi yfir og maður er svona, ég var bara einhver 7-8 ára orku mikill strákur, það er ekkit meira sér í dag myndi ég ekki geta setið þannig að hlusta okkur í allir þessar klukkutíma sko, þú veist, getum við, þú veist, við erum að segja, það er ekkit maður er ekkert með einhverja einfalda lausn hvernig er þetta að gera þetta fullkomið en þú veist, getum við ekki samt farið að vera sammálum að þetta sé pínu úrelt sko. Jú, auðvitað maður. Auðvitað. En þú veist, ég bara, þú veist, ég heppi mig með minnstra og konu gengur rosa vel í skóla, sko, og er rosa félagslega fær, sem betur fer, föðubetrungur og allan hátt, sko. En auðvitað er þetta, þú veist, ég held einhvern veginn á einhvern hátt eru bara konur betri að gera, þú veist, betri að gera það sem er leiðilegt, eða þú veist, það er einhvern veginn hafa meira þól gagnvart í, ég er ekkert vissum að þeim líði neitt betur, sko. Þú veist, ég held að séu fullt af stelpum sem eru með svona óþól, skilurðu? Það er kannski ekki jafn aggressíft og hjá strákum. Nei, ef ég man rétt, þá er sko stráka með 10 sinnum meira testosterón í blóðinu, sko áður en vera kynþroska. Og það er bara svolítið erfitt hormón að vinna með. Það er ekki kyrrstöðuhormón, það er ekki sitja og hugsa hormón, það er hormón sem segir að gera eitthvað, núna. Já, ég meina... Og það er bara svo erfitt, og þess vegna, þú veist, náttúrulega verður þetta til þess að, þú veist, að konur greinast oft til dæmis með ADHD miklu seinna en kallar, að því það eru bara betri að láta leiðilega hluti yfir sig ganga og kvarta síður, það er taka þetta meira inn á sig meðan að strákarnir með sitt testosterón þeir fara bara svolítið í ofbeldi og ögra og fara bara í öðruvísi hegðun, sko. Einmitt. Þegar maður hugsa ég veit svo mikið hvernig þetta er nákvæmlega í dag, en maður bara, þú veist, maður var það var í öllum frímínútum beint út í fótbolta og svo þú veist þegar skóladagur á búinn þá var út að leika og svo kvöldin út að leika og ég veit ekki alveg hvar maður hefði endað ef maður hefði mögulega verið í nútímanum með kannski foreldra sem hefði verið bara með langa vinnudaga og sjálfur mikið í símanum og maður hefði bara verið hent í mann sími eða spjaldtölvur og maður ekki, þú veist, það sem ég held að hafi bergað mann ákveðin átt að hjálpa manni mikið var eins og Haraldur Erlends vinnur okkar talar að bara að þú ert með mikið ADHD þá getur þú að hreyfa þig 5 sinnum á dag, sko. Já, bara þess að losa orku, sko. Já, bara algjörlega. Ég held að það sé bara stæðsta challenge, sko, að ég fættur upp alveg í sveit, skilur, maður var bara alltaf úti og maður var bara vinnuafl 6 ára, skilur, þannig að en ég held að það er bara stæðsti challenge í dag fyrst mér að alveg börn í borg fyrir mig, af því að ég kann það ekki í rauninni. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.